Það hefur alltaf verið okkur mikilvægt að geta lagt þessu verkefni lið. Þeir sem að skipuleggja styrktarfélagið hefur sýnt gríðarlegan metnað í því að vilja velja góða og svona framúrskarandi listamenn til þess að vinna með þeim að kúlunni. Kúlan er áskorun, þannig að þetta hefur verið okkur gefandi verkefni að geta tekið þátt í því. Þegar að við stingum upp á listamanni þá viljum við náttúrulega að sá metnaður sem kúlun hefur fylgt allt frá upphafi að haldi sig áfram að vinna á þeirri braut, en líka að listamaðurinn og vinna hans og hans svona tilvist eða presens, ef ég get sagt sér svo, í samfélaginu hjálpi til við sölu kúlunar. Því það er náttúrulega mikilvægt að auðvitað geta mjög margir listamenn tekist á við það að vinna með kærleikskúluna, en það er mikilvægt að kúlan nái til fólks og fólk veit henni eftirtekt og hugsanlega nýjir hópar bætist í þann hóp sem að eignast kærleikskúlu, byrjar að safna kærleikskúlunni, og þess vegna hefur það hefur gildi að listamaðurinn geti verið góður málsvari málefnisins. Kúlan, hún nær til annars hóps heldur en svona hinn venjulegu listunnendur eru, og þar af leiðandi geta margir listamenn eignast nýja aðdáendur í gegnum það að taka þátt í kærleikskúlunni. Með því að kaupa kærleikskúluna þá styður fólk við gott málefni, og það fær líka tækifæri til þess að eignast hlutdeild í myndlist þeirra listamanna sem að leggja kærleikskúlunni lið.